Það er 1-0 sigur niðurstaðan hérna í kvöld. Hver er bara svona þín sýn á leiknum? Bara frekar svona jafn leikur heilt yfir. Fannst við vera pínu passífir í fyrri hálfleik. Mér fannst við ekki mæta til leiks nógu aggressífir, hvorki með nýja án bolta. Mér fannst pressan okkar ekki nógu öflug. Mér fannst við vera svona alltaf skrefin á eftir. Á boltan þá vorum við svo sem alveg áttum ágætis kafla á þess að kannski ná að brjóta það algjörlega upp, en við eigum svona hálffæri og þetta var svona la-la. Seinni hálfleikur byrjar svo bara mikið betur og við gerum mjög vel í byrjun seinni hálfleiks og fram á marki. Þá finnst mér við aftur svolítið við svona fara að velja auðveldu leiðina, spila tilbaka þegar við getum spilað honum áfram fram á við. Og hleypum þeim svona svolítið aðeins inn í leikinn aftur. Fast þér að klára hann að leik fyrir ykkur? Var það bara kannski þið voru með einstaklingsgæðin og meðan þeir voru svona kannski nýtt ekki sín færi? Já, ég svo sem veit ekki, þetta var mér fannst þeir sköpuðu svo sem ekki mikið inn í seinni leik, að fá eitt gott færi á counternum. Svo er þetta náttúrulega föstu leikatriðin hjá þeim sterk og svona. Mér fannst við að vera með ágætis stjórn á því, mér fannst þeir ekkert kannski með okkur eitthvað mikið hérna, sérstaklega ekki í seinni hálfleik. En þú veist, ég bara, og við viljum bara í rauninni, við getum ekki fara að líta á klukkuna og fara að verja einhverja forystu, við þurfum bara að halda áfram að gefa í og halda áfram það sem við vorum að gera hérna í byrjun seinni hálfleiks, þora að spila á milli lína og ekkert í rauninni vera að hugsa að við séum komnir yfir að verja eitthvað forskot. Við viljum bara keyra á lið, en svo er þetta svona kannski aðeins andlegt, menn fara að hugsa kannski áhættu sending og annað og þá svona í mitt missum við momentumið, en ég var svo sem ekkert mjög óstyrkur hann á hliðarlínunni. Varstu svona varfið á hliðarlínunni, svona eitthvað smá værukærð eftir að komast yfir? Ég myndi ekki kalla þetta værukæri. Mér fannst fyrstu mínúturnar eftir að við komumst yfir allt í lagi og við héldum bara aðeins áfram. En svo verður þetta svona kannski náttúrulegt að þú sérð möguleikana fram á það, en þú hugsar hvað ef ég tapa boltanum, og þá ferð að velja síðri kostin sem er hliðarsending eða tilbaka. Mér finnst að gera það of oft, þá gátu þeir stigið upp og pressa okkur og við svona mistum momentin sem við mögulega hefðum getað refsað þeim. Þannig að þetta er svona kannski aðeins þannig að við förum aðeins að verja þetta forskot í staðinn fyrir að gefa meir í. Svona félagsgæðaglugginn er ennþá opinn, sérðu fram á einhverjar styrkingar í hópnum, búin að vera orðaði við að fara með svona Þórleif og svona, já, kannski fara meira að staðan svona einna helst vera milli tannanna á fólki? Já, við bara eins og svo sem bara sama svar, við erum mjög ánægðir með hópinn, við erum mjög ánægðir með og hann hefur stækkað mikið, margir mjög flottir ungir leikmenn sem hafa tekið góð og sterk og flott skref, en við erum alveg opnir fyrir því að styrkja okkur ef að réttu mennirnir bjóðast. Svona næsti leikur er á þriðjudegi eftir þjóðhátíð, svona ég sé ekki fram á að þú hafi mikið svigrúm til að gefa mönnum mikið frí verslunarleikina? Nei, það er ekkert mikið frí, þeir fá aðeins samt sem áður, en þeir vita alveg hvað það inniber. Þetta snýst um hvíld og þannig að það er bara, þeir vita það strákarnir hvað það inniber. Takk.